vegna þess að veruleikinn, hvort sem okkur líka betur að er annar núna. Þessi breytti veruleiki, þú veist, þessari þróun ekki lokið og við eigum bara, það ábyrgðarhluti að búa sig undir það og gera ráð fyrir því að þessi neikvæða þróun í alþjóðamálum haldi áfram. Og það ekki sjálfgefið að fámennt ríki á strategískt mikilvægum stað, mjög háð útflutningi, herlaust og friðsælt, sé í þetta sterkri stöðu ókomna tíð og muni alltaf hafa valkosti fyrir fram að sig. Það bara ýmislegt sem getur haft áhrif á þá mynd, sko. Góðan daginn og velkomin á Flekaskil í þátt númer 20. Ég heiti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Og ég heiti Davíð Eggertsson. Við ætlum að taka góðan tíma í að fara yfir Kanada og Bandaríkin, það sem gekk á yfir helgina og aðdragandann af því og í rauninni kannski líta aðeins aftur og setja þetta svona í samhengi. Viðbrögð Kanada, umræðan þar og tengja það við önnur bandalagsríki Bandaríkjanna, þar á meðal okkur sjálf, heima á Íslandi. Já, þetta í raun risastórt mál sem hefur sprungið út núna helgina. Þér að segja, sko verandi hérna heima í íslensku fjölmiðlaumhverfi, þá fær þetta ótrúlega litla athygli miðað við hvað þetta eiginlega þráðbeint erindi inn í umræðu bara hvernig alþjóðakerfið að þróast, hvernig samskipti Bandaríkjanna við þeirra nánustu bandamenn að þróast og þannig má hérna áfram telja. Það að vísu rétt að nefna það upp á því þó við komum kannski inn á það seinna að í dag líka þjóðhátíðardagur Úkraínu. Íslenski fulltrúar eru þar til að taka þátt í hátíðarhöldum en þau eru auðvitað sannarlega í skugga stríðsátaka. Við ætlum að gera það og minnast þessa dags og kannski aðeins fara yfir það. Það nú alveg viðburðir og svona margir gestir í Kænugarði í tilefni dagsins og fréttir sem að þaðan koma og sumar hverjar bara jákvæðar sem betur fer. En ég verð að taka undir með þér, það eiginlega ótrúlegt að fara yfir fréttir heima og lesa, ég held ég hafi séð eina, kannski tvær, eða eftir langan tíma að ég sé eina frétt af svona hverjum miðli fyrir sig, mjög stutta sem að, og alls ekki tæmandi það hvað gerðist yfir helgina, vegna þess að það var mjög mikið sem að gekk á. Ég meina þetta eru auðvitað stóra fréttir í sjálfu sér en líka og ég bara leyfi mér fyrir hönd okkar beggja að mæla með því að fólk einfaldlega horfi á blaðamannafund Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, yfirlýsingu hans, spurningar frá fjölmiðlum og hlusti svona líka bara mér varst dálítið frískandi að hlusta á forsætisráðherra Kanada svara þessum spurningum, hvernig hann svaraði þeim, bæði svona ítarlega tæknilega hluti í samningaviðræðunum en líka pólitísku skilaboðin. Mér fannst það nokkuð svona hreinskiptin og það fór mjög lítið fyrir þessu heima því þetta auðvitað stórt í sjálfu sér en eins og þú ert að benda á líka svona í samhengi við það hvernig samskipti Bandaríkjanna eru við ýmsa bandamenn sína. Já, það má færa nefnilega rök fyrir því að Kanada sé þeirra mjög margt litið nánasti bandamaður Bandaríkjanna í gegnum tíðina, ótrúlega samofið viðskiptaumhverfi, vörur framleiddar, þú veist, með íhlutum sinnhvorum megin landamæranna, mjög mikið orku sem selt frá Kanada til Bandaríkjanna. Fyrir utan auðvitað Kanada hefur verið við hlið Bandaríkjamanna í svo til öllum styrjaldarátökum sem að Bandaríkin hafa lagst í. Mark Carney var einn af kannski fáum leiðtogum innan NATO sem að tjáði sig afdráttarlaust til stuðnings til dæmis aðgerðunum í Íran. Það var alveg svolítið eftir því tekið
því að hann hefur auðvitað líka verið bara býsna krítískur en já, ég horfði á þennan klukkutíma langa blaðamannafund en mér finnst svolítið bara kjarnast það sem hann sagði og sumir hafa dregið fram. Þeir kröfðust of mikils og buðu of lítið og svo sem svar við spurningu, já, maður í stríði þegar ráðist á mann og það var ráðist á okkur. Mhm. Og þetta auðvitað gríðarlega stór orð sem eru þá að falla þarna milli tveggja þjóðhöfðingja, NATO-ríkja. En eitt af því sem mér finnst ekki að skila sér í umræðinu hér og maður sér til dæmis í greiningu The Guardian á þessu að þeir kalla þetta í raun hið hörmulega hrun viðskiptaviðræðna sem að sýni að kannski var alltaf vonlaust að ná einhverju sanngjörnu samkomulagi. Það stóð kannski aldrei til boða eins og The Guardian skrifar, en að það eitt og sér og hvernig þetta gerðist allt saman ætti að vera umhugsunarefni fyrir alla bandamenn og aðrar þjóðir sem hafa verið í slíkum viðræðum, því að það hluta af þessu af svona fyrri samkomulag sem hafa verið gerð á undanförnum mánuðum hafa bara alls ekki verið virt. Og Karni orðaði þannig að það eins og þau hafa verið skrifuð með blýant. Já, og það sem að hann sagði mjög skýrt var meðal annars þetta. Hann segir Bandaríkin hafa breyst. Og það eitthvað sem að við höfum oft sagt, en það kannski aðeins öðruvísi þegar að Mark Carney segir það. Hann var ekki að segja það í fyrsta skipti, en það svona lykilatriði í samhengi við það sem að gerðist helgina. Bandaríkin hafa breyst. Ekki, við erum í tímabundnu ástandi, við þurfum að finna leiðir út þetta kjörtímabil, heldur, Bandaríkin hafa breyst. Þetta finnst mér skipta máli. Það skiptir líka máli, ég held að hann hafi raunverulega viljað semja og mér finnst áhugavert þessi svona listar yfir atriði sem Bandaríkjamenn voru að krefjast, sem að ég get ekki staðfest að sé tæmandi eða öll þau atriði séu þar hárrétt, en það sem á endanum þetta virðist hafa brotnað á, það snerist ekki magn eða viðskipta einhverja skilmála þegar kemur að orkuflutningum eða fjölda bifreiða eða tölur í mjólkurframleiðslu Kanada. Heldur þegar að Kanada segir, heyrðu, nú verið að vega að fullveldi og sjálfsákvörðunarrétti Kanada. Það eru þau atriði sem að virðast á endanum hafa leitt til þessarar niðurstöðu, hvað sem síðan gerist í framhaldinu. Og mér fannst líka áhugavert þegar hann að fara yfir það, fyrst snerist þetta fentanyl sem að þurfti að stöðva flutninga á. Svo fór þetta að snúast tæknirisa. Svo fór þetta að snúast brúna. Þetta snerist líka mjólkurframleiðslu og landbúnað. Þetta snerist áfengið. Þetta snerist Ronald Reagan auglýsingu. Svo fór það að snúast skógarelda. Það líka alveg ágætt að svona rifja það eins upp. Hvaða atriði það eru sem að voru eins og ekki bara einhver sandur í tannhjólum heldur svona uppákomur af hálfu Bandaríkjanna. Og þegar að hann setur í samhengi sömuleiðis vigtin sem Kanada hefur sem ríki gagnvart Bandaríkjunum, ef við setjum það í samhengi við til dæmis Ísland, þá það nú ekki alveg svona saman að jafna. En á móti eru þetta markaðir, Kanadamarkaður og Bandaríkjamarkaður eru ótrúlega samofnir, þannig að það eru þetta líka berskjöldun sem felst í því. Það veikleiki í svona stöðu, hversu háð þau eru Bandaríkjunum og þeim markaði.
En þegar við erum að tala sko 600 milljarða flutning vöru og þjónustu, útflutning frá Bandaríkjunum til Kanada, og þegar Mark Carney bendir á að það sé í raun sko hlutur Kanada í að fæða hagvöxt í Bandaríkjunum, vegna þess að 99% af natural gas kemur frá Kanada til Bandaríkjanna. Yfirgnæð sko meginþorri, þú veist, í raforkuframleiðslu, olíuþáttum og öðru sem að skiptir auðvitað Bandaríkin máli í sinni verðmætasköpun. Þannig að ég finnst bara það er ótrúlega margt við þessa helgi sem að er mjög umhugsunarvert, og viðbrögð forsætisráðherrans og viðbrögð stjórnarandstöðunnar í Kanada. Við erum með formann Íhaldsflokksins sem að stefndi í það að verða næsti forsætisráðherra Kanada í kosningabaráttunni síðast, þegar Íhaldsflokkurinn var að vinna með að mig minnir 20% stigum í könnunum. Þegar að Trump byrjar að hóta Kanada, þá breytist landslagið, hið pólitíska landslagið í Kanada breytist mjög mikið, og Íhaldsflokkurinn á endanum tapar kosningunum. Trudeau hafði þetta lengi verið forsætisráðherra og formaður, hann hættir, Mark Carney kemur inn sem auðvitað er breyta, en sko háttsemi Bandaríkjanna hafði veruleg áhrif á hið pólitíska landslagið í Kanada. Hann kemur á laugardaginn og segir skýrt að þetta hafi verið að Bandaríkjamenn séu í raun í órétti og þetta hafi verið rétt niðurstaða. Og ég að slíta við það. Já, og ég leiði mér að hugsa sko, nú er ég ekki að lesa kanadíska fréttamiðla á hverjum degi og get ekki sagt að ég sé með pólitísku stemminguna í fingrunum á mér. En ég fylgist alveg með og ég þekki, þú veist, þar fólk, og ég fór að hugsa, er þetta afstaða vegna þess að pólitíska stemmingin þannig í Kanada að það er í rauninni líklega til vinsalda að stökkva á hana vagn, eða getur verið að þessi afstaða endurspegli ákveðin alvarleika á stöðunni á milli ríkjanna. Og það getur vel verið að sé einhver blanda, en ég held að það sé mikið til því seinna. Að staðan sé raunverulega þannig að þetta sé matmanna, að þetta sé hið ábyrga að gera í stöðunni eins og hún er núna. Og þessi atriði sem varst að nefna bara úr svona einhvern veginn umræðun á fréttum, allt frá skógareldum yfir í hverskins atriði sem einhvern veginn Trump nefnir til þess að breyta í raun framkvæmd á gildandi samningum eða hóta frekari tollum, að það leiðir inn í þessar viðræður sem að svo strönduðu á föstudaginn, og kannski þvert á sumar fréttaræður sem fjalla þetta eins og deilur einstaka tolla á vörubílum eða stórum bílum eða þessari vöru eða hinni vörunni, að þá það sem að meðal annars virðist stranda á, og það eru til atriði því sem eru óumdeild, þar að segja allir staðfesta þau atriði, þó að það séu líka til listar yfir aðra hluti sem hafa ekki fengið sömu staðfestingu. En ef við förum aðeins yfir það hvaða kröfur Bandaríkjanna leiða til þess að þarna slitnar upp úr, að þá er þetta atriði eins og að takmarka frelsi Kanada til að gera viðskiptasamninga við önnur ríki. Veikja kanadíska reglur sem vernda franska tungu og menningu, sem þetta innan Quebec og í frönskumælandi Kanada, þú veist, bara svona sem eru þetta mjög mikið sjálfsmyndarmál í Kanada og að sjálfsögðu þeirra fullveldisréttur. Þetta laut líka að skilyrðum bílaiðnaðarins eða svona tolla þar á, mjólkurmarkað eins og þú nefndir, það sem er alltaf verið að nefna í þessu þessar bandaríska áfengið, að það eru svona ríkin, það eru mjög mörg ríki í Kanada sem hafa mikið frelsi, meðal annars til þess að banna hluti úr búðum, og mjög mörg kanadísk ríki bara fóru þann leið okkur að banna bandarískt áfengi.
í hillunum. Þannig að hluta af þessu var einhvern veginn að reyna að hvetja þau til þess að leyfa því aftur að fara í sölu ef að það myndi náðst ásættanlegur samning. En svo snýrist þetta líka fágæta málma og að einhvern veginn Kanada hefði ekki frelsi af að selja þá eða fullvinna þá eða í raun. Þannig að í raun, að því að við hefum nú hérna í Evrópuumræðinu heima verið að tala dálítið mikið fullveldi, þá eru þarna sko fleiri og stærri fullveldis spurningar í kröfum Bandaríkjanna heldur nokkuð tímann í einhverjum einasta Evrópusambandsaðildarsamningi sem að litið hefur dagsins ljós, því að þar er bara engin dæmi það að það er verið að gera kröfu á auðlindir eða hvað þá að sko hætta vernda tungumál minnihlutahópa eða eitthvað slíkt. Það er þvert á móti verið að svona lyfta undir slíka hluti, þannig að sko og það er kannski þessuna sem að fjölmiðlar eins og The Guardian segja að hugsanlega var leikurinn aldrei gerður til þess að ná einhverjum árangri og maður er svona bara einhvern veginn situr eftir þessa helgi að því að núna í dag bætir Trump í og segist alltaf tvöfalda tolla strax á næsta ári. Þannig að það er svona verið að hella sprekum ánan eld frekar en að reyna að leita að einhverju lausn, og í orðræðunni er mjög mikið lagt upp úr því að segja við þurfum ekki á Kanada að halda, þeir lifa okkur, þeir njóta kostana af því að vera eins og þeir væru ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það og svo framvegis. Þetta er svona mikið orðastríð í garð nánasta nágranna og bandalagsríkis til áratuga. Já, og það er líka, sko, það eru þetta ekki góða fréttir fyrir bara hvorki markaði eða bara almenning í þessum ríkjum að, Mark Carney segir við munum svara þessum tollum dollar fyrir dollar. Og þess vegna mátti þá strax gera ráð fyrir því að Donald Trump myndi auðvitað bæta í leið sem að þú ert hér að segja að hann hafi í rauninni gert þá þegar. Hvernig þessi spírall einhvern veginn verður er kannski erfitt að segja til en þetta eru stór orð og stórar sko, og orðræðan aftur frá Mark Carney, þú fórst yfir það í innganginum þegar að blaðamaðurinn spurði, að því hann er nú svona frekar svona stabíll og yfirvegaður, fáaður, svona kurteis og virkar svona frekar orðvar, þekkir hann ekkert persónulega, bara hvernig svona maður upplifir hann að hlusta og fylgjast með. Og blaðamaðurinn spyr svona, langar að spyrja aðeins út í hennan tón. Þú veist, af hverju hljómar Mark Carney núna eins og hann sé í stríði? Og eins og þú segir, hann segir, já, það var ráðist á okkur. Og það er líka dálítið áhugavert sko viðbrögð Kanada, og þá er ég ekki bara að tala Mark Carney eða ríkisstjórnarinnar, heldur bara samfélagið, þú veist, því að Kanada var í rauninni það ríki sem að fyrst var svona bent á og hjólað í þegar að ný stjórnvöld tóku við í Bandaríkjunum. Og mér finnst einhvern veginn blasa svolítið við að Kanada, þá er ég meira bara sem sko samfélag, er komið lengst í að, það sem ég alltaf segja, melta, meta, þú veist, einhvern veginn að svona viðurkenna einhverja stöðu og hvernig þau eiga að bregðast við því, og þau hafa þetta verið að leggja mjög mikið upp úr því að dreifa áhættu, strategískar ákvarðanir varðandi iðnaðinn, þú veist, lykil iðnaði í landinu, bústa það, fjárfestingar, samninga við önnur ríki, þétta raðirnar með í rauninni nánast öllum sko, þar á meðal Evrópusambandinu eins og við höfum farið yfir. Þannig að þau hafa notað tímann frá því þetta byrjar, en allt hangir þetta saman, í rauninni allt frá bara fyrstu yfirlýsingum
núverandi stjórnvalda í Bandaríkjunum gagnvart Kanada og síðan þessir atburðir helgina, þó ég veit síðan ekkert hvernig úr þessu spilast í framhaldinu. Þannig að það líka dálítið, það alveg áhugavert að setja það svona þessi samhengi og horfa á það mynstur, sko. Já, í mínum huga þá, og það var ýmsi verið að skrifa það yfir helgina, að þetta ákveðin prófsteinn á nálgun Carney í samskipti við Trump og samskipti við Bandaríkin, því að hann fer þetta fram með svona fullri reisn en ákveðinni hörku í að mæta honum með tollum og mæta honum að mörgu leyti í orðum þó hann elti ekki allt sem að Trump segir, og við höfum auðvitað farið yfir orðræðu Bandaríkjastjórnar gagnvart Evrópu oft í þessum þáttum, og Evrópa hefur svona brugðist við á aðeins annan hátt, svona reynt einhvern veginn að tala til Trump og hrósunum meira, en Carney mætir honum þarna að býsna mikilli festu, skulum við segja, og spurning hvernig sko þetta þróast allt saman, því að ég rifjaði upp bara einhvern veginn hvernig eitt hefur sprottið af öðru í þessu, og Trump byrjar að reyna að tjá sig um Kanada áður en, eins og þú segir, Carney tekur við. Hann kallaði Justin Trudeau, sem var þá fráfarandi í raun forsætisráðherra, hann kallaði hann iðulega governor, þú veist, eins og Kanada væri bara eitt af ríkjum Bandaríkjanna, og talaði sem bara mjög niður til hans í raun og veru, en svona hamrar á þessu sko framan af síðast ári í byrjun árs, bara á fyrstu vikun sínum í embætti, á hugmyndinu Kanada sem 51. ríki Bandaríkjanna, og Carney eiginlega kosin inn sem kannski svolítið harði maðurinn, og hefur raun vakið bara heimsathygli fyrir einhvern veginn sína nálgun. Við rætt ræðuna sem hann hélt í Davos, og var þar að tala rofið í alþjóðakerfinu og mikilvægi þess að millistór ríki stæðu saman, og hann hefur svo sannarlega þétt raðirnar, bæði gert fjölda viðskiptasamninga allan heim, og það var svolítið áhrifaríkt að heyra að sko það ekki svona bíð og sjá strategía gagnvart Bandaríkjunum, heldur hefur Kanada verið á fullu að opna fleiri markaði með fríverslunarsamningum, fleiri á leiðinni, og þessi samningar ekki bara fríverslun heldur líka öryggi og varnarmál við Evrópu eru auðvitað mjög athyglisverðir, og maður sér á orðræðinu Bandaríkjamegin að sko, og af fréttum af því sem þeir sett á borðið, að það að hluta til viðbrögð við þessu. Þeir eru raun að gera kröfur til þess að Kanada sé fyrst og fremst svona háð og tengt Bandaríkjunum, líka varðandi vopn og annað slíkt, og þannig að og við höfum séð það áður að sko þessi ræða Mark Carney hefur farið mjög í taugarnar á Trump, og líka hversu vel henni var tekið. Sá hljómgrunnur sem að hún fékk hefur svona kannski aðeins ýft fjaðrirnar í Washington, og auðvitað spurning hvað gerist næst, en ég held að sé bara algjörlega óvægt að segja að þessi samskipti eru komin auðvitað á bara annað og alvarlegra stig en maður hefur séð það nokkuð tímann áður, vegna þess að búið að reyna svo lengi að bera klæða vopnin og ná einhverju niðurstöðu, og nú var bara viðræðum slitið. Já, og í því samhengi nefndi ég þetta áðan varðandi viðbrögð sko annarra stjórnmálaleiðtoga og stjórnarandstöðunar, og hvort að það geti verið að menn finni til ábyrgðar og meti stöðuna þannig að það skipti máli að þétta raðirnar og koma út sem sameinuð heild, því að það felst auðvitað líka ákveðin fæling í því, og svona gera það sem er rétt, og mér finnst það til umhugsunar fyrir okkur í samhengi við það að Kanada var fyrst í röðinni, og eru þar alveg komin lengra, þú veist, og virðist vera stjórnvöld í Bandaríkjunum
og forsetinn sjálfur kannski sömuleiðis sko. Þannig að hvernig svona vindur öðru fram, þú veist, ekki tengt Kanada heldur samskiptum hans og stjórnvalda við önnur bandalagsríki. Og síðan hitt að það eru örugglega alls konar raddir og meiningar og sjónarmið það hver sko staða Kanada þú veist, efnahagslega og svo framvegis út frá hagvexti, skuldum, sköttum, hvernig að stunda viðskipti þar og svoleiðis. Og ég ætla ekki að, þú veist, mótmæla því fyrirfram að það sé eitthvað sem ýmislegt til í, en ég vil bara, mér finnst dálítið áhugavert sko, að það eru, maður horfir á svona mælikvarða hvar er hérna vilji til þess að fara í fjárfestingar og stunda viðskipti og hvernig Kanada hefur risið þann stiga og út frá ákveðnum mælikvörðum á pari við sko Sviss. Og það nú þetta með sko mjúkavaldið og hvernig þú kemur fram, að það allt hefur þetta áhrif og þegar maður ber saman til dæmis Bandaríkin og Kanada hvað það varðar, að þá það líka dálítið áhugaverð mynd, eða bara fyrst og síðast bara gagnvart Kanada sem slíku og þær svona þessar strategísku ákvarðanir sem að stjórnvöld þar hafa verið að taka að því virðist með nægum stuðningi almennings líka eitthvað til að hugsa og ekki það, ég er ekki í því samhengi að segja að Íslandi gera nákvæmlega sama vegna þess að stærð og umsvif Kanada eru auðvitað, þú veist, ég meina þetta næstasta land í heimi, þau eru 100 sinnum fleiri en við, þau eru með sko marga krítíska framleiðslu sem að önnur lönd þurfa mjög á að halda og ekki síst Bandaríkin sjálf og það var hitt sem ég ætlaði að nefna, mér varst dálítið áhugavert þegar að hann Mark Carney að fara yfir sko hversu mikið þeir flytja af lykil hráefnum og vöru yfir til Bandaríkjanna og hann svona hnykkir út og segir ég held að Bandaríkin myndu ekki vilja að þú veist, þessi hráefni myndu hætta að flæða yfir til Bandaríkjanna. Þannig að það líka, þú veist, það svona þessi tónn sem að kannski ekki mjög kanadalegur og ekkert mjög, þú veist, það ekki gleðiefni sko, þetta eru alveg, þetta svona alveg virðist vera nokkuð alvegleg staða og hérna verður allavega áhugavert að fylgjast með næstu skrefum sko. Já, og auðvitað vona með það besta en það sem að svona einhvern veginn atburðir líka ramma svolítið inn að þá kannski sest maður niður eins og ég gerði núna og fer yfir sko yfirlýsingar Donald Trump sem forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance sem varaforseti Bandaríkjanna, Elon Musk sem var nú mjög náið þeim allavega tíma, Marco Rubio sem utanríkisráðherra, Steve Bannon sem svona hluti af þessum maka sólkerfi öllu saman og svona þekktu fyrir að segja kannski það sem að hinnir hugsa að veist, hann tala bara það að taka yfir Kanada sé bara eitt brýnasta þjóðaröryggismál og svo Scott Bessent sem fjármálaráðherra að á þessu 1,5 ári sem liðið frá því að Trump tekur við að þá hafa þeir tjáð sig að mörgu leyti með svipuðum hætti það að Kanada geti ekki staðið sjálfstæð, falli mjög vel að Bandaríkjunum, sé eðlilegt að líta á sem sjálfstætt ríki. Scott Bessent og fleiri hafa síðan talað sérstaklega Alberta sem svona mesta olíuríkið innan Kanada og þar var heilmikil svona óperasjón á vegum maka í að ýta undir sko sjálfstæðis tilburði þess ríkis að það myndi ganga í Bandaríkin og það búið að og það hefur verið hluta atburðarásinni í raun núna að Kanada virðist vera svona þétta raðirnar og jafnvel þeir sem hafa talað í sjálfstæðisátt í Alberta að slá það svolítið bara út á borðinu og í raun ef maður les svona aðeins milli línana virðast ýmsir hafa haft kannski meira ágjörð af því að þeir gerður slakur samningu við Bandaríkin og gefið eftir frekar en að halda í það að standa í lappirnar. Já, það var nefnilega það sem að þó ég sé engin mikill kunnáttumaður kanadíska pólitík.
Nei, það var nefnilega dálítið áhugavert þarna rétt fyrir helgi í samhengi við Alberta að þar kom fram sko svona leiðtogi þeirra og sagði með yfirlýsingu sko sem hann boðaði alveg held ég sólarhring, meira en hálfur sólarhring, ég held að það hafi verið sólarhring áður en hún síðan kom fram að á meðan að Donald Trump væri forseti Bandaríkjanna þá myndi þau ekki krefjast sjálfstæðis. Þetta gerist bara þarna, ég held að það bara vera á fimmtudegi sem að þessi yfirlýsing kemur fram og á miðvikudegi hún boðuð. Þannig að það líka svona hægt að setja það í samhengi. Og ef við værum að fá gesti í þáttinn þá væri nú áhugavert að heyra þess ofan í fyrrum forsetafrú sem að auðvitað þekkir Ilse Reid sem auðvitað þekkir pólitíkin í Kanada og fylgist auðvitað vel með sem Kanadamaður af því að ég held að hvort okkar séu sérstakir sérfræðingar í þessu en ég get alveg sagt að ég lá talsvert yfir þessu eins og þú helgina og mjög margt svona umhugsunarvert og gagnlegt að setja í samhengi við almenna þróun samskipti Bandaríkjanna við önnur bandalagsríki og aftur hvernig stjórnvöld virðast tala til sko ríkja sem að eru ekki bandamenn Bandaríkjanna og svo hvernig samskiptin eru við bandamenn en líka í íslenskt samhengi og svona hvernig skilgreinum við fullveldi á 21. öldinni, hvernig stöndust við þrýsting, hvaða leverage eða vigt höfum við raunverulega og hvernig skilgreinum við svona sjálfsákvörðunarrétt og getu okkar til að raunverulega ráða okkur sem mest sjálf og verja okkur gagnvart allskyns ógnum, þrýstingi og svo framvegis. Því að það bara að breytast mjög hratt sko og ég ekki eingöngu að setja það í eitthvað samhengi við Bandaríkin. Ég meina við höfum undanfarin ár verið að þurfa að eiga við það að skilgreina hættur, ógnir og stöð okkar varnarlega, þar að segja í svona hreinu varnarsamhengi, hernaðarlegu samhengi, fjölþótta ógnum og bara núna í liðinni viku kom í ljós eða hvort það var helgina að Íran, það var netárás á lítið orkumannvirki í Bretlandi, til dæmis 10 megawatt eða eitthvað, en sýnir getu og að því með það sem ég hef lesið að þá virðist þetta vera svona einhverju tegundar sem við höfum ekki séð áður, að Íran tókst sem sagt með netárás, hakkarar, að loka einfaldlega, bara lama orkumannvirki hér í Bretlandi og það stóð bara yfir 4 daga sko. Þú veist, er þetta bara eitthvað eitt einstaka tilfelli? Er þetta eitthvað sem við þurfum að geta, önnur ríki þurfa að geta búið svo undir á einhverjum öðrum skala og svo framvegis. Þannig að það er bara mjög margt sem að þarf að endurhugsa og svona finna leiðir til þess að geta varið sig og hvernig er það best gert og með hverjum og hver eru tólin og hvað kostar það og í hvað röð og svo framvegis. Nákvæmlega og en við dveljum aðeins við fullveldisspurningarnar sem að þarna vakna og sumir erlendir fjölmiðlar eru í raun að túlka þessi atburðarás þannig að þú veist, bandalagsríki Bandaríkjanna eigi að einhvern veginn draga af henni ályktanir og velta fyrir sér að þá eru þessar kröfur sem settar fram þarna á síðasta degi áður en allt springur í raun kröfur að Kanada sé einhvers konar fylgitungl Bandaríkjanna sem hafi í raun ekki sjálfstæða utanríkisstefnu nema upp að því marki sem að einhvern veginn Bandaríkin þá eru tilbúin í og við sáum í fréttum, ég held að Bloomberg hafi nú verið fyrst með þær fréttir að Bandaríkjastjórn, kannski á grundvelli nýrrar utanríkisstefnu, sögðust vera að fara í endurskoðun á herafla í Evrópu og senda því tilefni spurningalista til evrópskra
ríkisstjórna, ekki bara ógnarmat eða einhverja hernaðarlega þætti heldur hafa erlendir fjölmiðlar listað upp og birt þessi skjöl sem að bara feli í sig líka spurninga byrju hver afstaða ríkisstjórnarna til minni viðveru Bandaríkjanna, til sem nýrrar varnar og utanríkisstefnu Bandaríkjanna styðji það að Bandaríkin sé fyrst og fremst með viðveru í austurhluta Evrópu ykkar ríki tilbúið að taka meiri ábyrgð innan NATO, sumt að þessu tengist auðvitað þessu ógnarmati en þá koma spurningar sem að manni sýnast svolítið tengjast reynsluna af Íransstríðinu. Hvað með afstöðu til notkun á herstöðvum og lofthelgi þegar Bandaríkin í einhverjum öðrum aðgerðum, hvaða takmarkanir mun þitt land setja á bandarískan herafla á yfirráðasvæðinu, hvað ætlar ykkar þjóð að leggja fram sinn stuðning við bandarískan herafla, ætli að standa við 5%, hvað mikið ætlar ríkið að kaupa af vopnum af Bandaríkjunum, af þessum auknu fjármunum til vandamála. Og þarna erum við komið mjög nálægt því sem var rætt í tengslu við Kanada að hver afstaða ríkisins til stefnu Evrópu að kaupa evrópskt. Því að Evrópuþingið í sínum stóru varnaráætlunum og lánveitingum til Evrópuríkja og í því að ýta undir nýsköpun til varnartengdra mála í Evrópu hefur verið með 2 stefnur, Buy European heitir önnur og Made in Europe heitir hinn. Og þar verið að stefna að því yfir tíma að það sé aukin hergagnaframleiðsla innan Evrópu og að hlutfalli verði orðið hvort það 50% 2030 og 65% 2035. En kemur á daginn að Bandaríkin reynda með sömu stefnu, að þau kaupi sjálf ekki minna en 65% innan Bandaríkjana. En þannig í raun verið að beina svolítið spjótum að sjálfstæðri stefnumótun annarra landa og setja í raun svona beint og óbeint spurningamerki við aukið sjálfstæði Evrópu til þess að axla ábyrgð í varnarmálum. Þannig að það sem að gerast í Kanada, það ekki alveg eðlismunur á þeim áherslum og sumum áherslum sem birtast meðal annars í þessum spurningalistum þó að það sé að sjálfsögðu ekki búið að hafa einhverjar bein áhrif eða afleiðingar sem maður sjái á einstakar ákvarðanir. Að bara við lesturinn þá hugsa maður að býta nú við hvað nú þetta og hvernig þetta hugsað og hvernig þetta leggja grunn að ákvarðunum hvar herafli og hvar ekki. Já, og endurspeglar því miður ágætlega þessar breytingar og aftur mun líka skipta máli hvernig munur ríki bregðast við þessum spurningalista. Þú veist, verður það bara jafnmargar útgáfur og löndin eru mörg eða ætla menn að vera eitthvað strategískir í því? Hvað það sem þarna skiptir máli? Og ég veit ekki hvernig það verður en ég vona að fólk leggi það á sig að svona tala sér saman það og átta sig á því hvernig best að bregðast við þessu og það er auðvitað dálítið svona öfugsnúið þegar að þrýstingurinn og pressan frá Bandaríkjunum að Evrópa sé sjálfstæðari, sterkari, verji meiru, geti meira stað á eigin fótum síðan sig sjálf. En síðan eru líka sömuleiðis skyldur að vera áfram það háð Bandaríkjunum að allt keypt þaðan og svo framvegis og ég bara mér finnst þessi þróun vera orðin svona ekki bara umhugsunarverð, bara óþægileg og mér finnst svona hraðinn á þessu líka og
en maður hugsa bara hvar verðum við stödd, þú veist, eftir einhverja 12 til 18 mánuði Mhm. í þessum svona samskiptum bara í breiðu samhengi, sko. Einmitt. Ég er Ég ekkert alveg reyndar viss um að fór það ekki verði mjög alveg gott, rétt sko. með tölurnar. Evrópa stefnir sem þetta að því, eða það er inn í þessum stefnum öllum saman að vera með 50% keypt frá Evrópu 2030 og 60% 2035. Í Bandaríkjunum er þetta núna 65% og frá og með 2029 átt að vera 75% sem Bandaríkjun vilja kaupa frá bara Bandaríkjun. Þannig að það er allir svona kannski að hugsa meira um sig og með ýmsum rökum, en Bandaríkin eru sem að gera athugasemdir við að Evrópa hugsi svona að byggja upp eigin sjálfstæða hergagniðin og það virðist að einhverju leyti vera líka spjót sem að telt er gagnvart Kanada. Já, og sama tíma erum við þetta líka með dæmi það að Evrópuþjóðir hafa verið að leggja inn pantanir sem síðan þau fá pólitísk skilaboð, hvort sem það er frá Pete Hegseth, stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna eða mögulega Elbridge Colby sem við höfum rætt áður eða annara, að afhending muni annarkvort dragast og ekki hægt að segja til hvenær verði, eða það þurfi bara einfaldlega að nota búnaðinn í annað. Þá við sem sagt annars vegar þegar að Evrópulönd voru að kaupa af Bandaríkjunum til þess að senda til Úkraínu þegar að Bandaríkin drógu alfarið úr öllum slíkum stuðningi við Úkraínu, en sömuleiðis þegar var verið að leggja inn pantanir fyrir ríkin sjálf. Þá var vísað í stöðunni í Íran og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað, þetta er svona reikningsdæmi sem óbreyttu gengur ekki upp, sko. Og alveg spurning hvernig, spilast úr því sömuleiðis. Það eins og ég segi, þá var áhugavert að rifja upp, sko, orðræðunni í tengslum við Kanada, en eitt sem að Trump sló strax út af borðinu, það var að nota hervald. Hann sagði bara eiginlega strax, nei, hér verður notað efnahagslegt vald eða economic force voru hugtökin sem hann notaði, og það var bara í rauninni í ársbyrjun í fyrra þegar það var verið að ræða 51. ríkið. En ég nefni þetta vegna þess að bara einhvern veginn hugrenningatengslin voru slík af því að í mörgum af þessum ummælum að þá var verið að tala annars vegar Kanada en svona í leiðin Grænland. Og það byrjar í raun líka í desember áður en hann er í raun formlega tekin við sem forseti og átti sér auðvitað rætur á fyrra kjörtímabili líka, en það sem er athyglisvert og kannski umhugsunarvert er að þar er markvisst eða ítrekað öllu heldur aldrei útilokaðan að beita valdi og meiri segja, sko, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins útilokaði það ekki og Trump hefur, og maður bara gleymir suma þessu, sko, en ég tek aldrei hervald út af borðinu, segir hann í tengslum við Grænland, sko, eftir að það gengið á hann í mars í fyrra, þannig að það einhvern veginn vofir á einhvern svolítið annan hátt yfir þarna. Og þegar maður les einhvern veginn ummælin og áttar sig og svona rifjar upp að það mál er auðvitað ekkert úr sögun en það er eins og tollaviðræðurnar við Kanada í svona viðræðu ferli, en ég veit ekki hversu auðvitað vonar maður það besta en maður er ekki beinlínis bjartsýnn um að það ná einhverju niðurstöðu sem að báðir aðilar geti sagt sér við. Nei, þar eru vinnuhópar á störfum og fréttist svo sem ekki mikið út úr þeim hópum eða úr þeirri vinnu, þannig að það er svona frekar erfitt að átta sig á því hvort og hvenær eitthvað kemur
þaðan. En eins og þú segir að þá orðræðan heldur, hún aðeins öðruvísi gagnvart Grænlandi og viðbrögðin náttúrulega sömuleiðis. Ég meina við höfum fjallað það í flekaskilum að þar voru Danir og bandamenn bara að búa sig undir einhverja, og Danir kannski fyrst og fremst, að búa sig undir bara einhverja sviðsmynd sem að hljómar eins og bara mjög skrítin bíómynd sko. Og því máli ekki lokið. Ég meina þar voru menn með skipunum að sprengja flugbrautir til þess að tefja atburðarás sko. Og svo framvegis. Þannig að þetta er, ég veit ekki hversu, þú veist, maður að segja umhugsunarvert. Ég meina, hvað finnst okkur það? Þú veist, hvað lesum við í þetta? Hvað þýðir þetta fyrir, þú veist, samstarf og bandalög og stöðu, þú veist, okkar og nágranna og líka okkar sjálfra, sko. Ég veit ekki hvort maður að segja það sé umhugsunarvert, þú veist, við hljótum öll að velta þessu fyrir okkur. Hvað afleiðingar eða þýðingu þetta getur haft fyrir okkur, sko. Og við vísum í það í síðasta þætti ummæli Boga Ágústssonar fréttamanns í The Economist, einhvern veginn að hann upplifði í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið að Íslendingar væru í ákveðinni afneitun með breytta stöðu í heiminum, og að því að við höfum verið að fjalla svona mikið Kanada, kannski hefur enginn verið eins skýr á því bara eiginlega frá degi 1 að fólk yrði að horfast í augu við að heiminum væri breyttur og það þyrfti að gera eitthvað í því, og það var Mark Carney. Og mér fannst eitt af svona áhugaverðustu köflunum á þessum blaðamannafundi og honum var upprifun hans sjálfs á öllum aðgerðunum sem að Kanada hefur verið í, varðandi nýja markaði, varðandi eigin fjárfestingar og innviði, varðandi stuðning við fyrirtæki sem verða fyrir skakkaföllum vegna tollastríðis, og einhvern veginn svona einhver þjóðarvitund að þetta yrði erfitt. En það væri bara svo rosalega mikið í húfi að standa þetta af sér. Já, og án þess að vera að vaða úr einu í annað, þá færi það mig samt til þess að hugsa sko, að því að nú er þessi sjálfstæðisdagur Úkraínu í dag, og rétt og gott að minnast hans, og sem betur fer eru margir vinir Úkraínumanna í Kænugarði í dag, og ég sá að Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hún hérna orðaði það eitthvað á þá leið að úkraínski fáninn sko endurspeglar miklu meira og stærra heldur en landið, vegna þess að það auðvitað á hverjum degi sýna menn og konur það í verki, að það til hvers barist, hvað verið að verja, hverjir valkostirnir eru, og það sem að þau eru að berjast fyrir snýst ekki eingöngu alþjóðlega viðurkennd landamæri, þótt að gera það sjálfsögðu, vegna þess að þau landsvæði ekki hægt að swappa bara og semja einhvern veginn eins og það búi ekki manneskjur þar sko, heldur snýst sú varnarbarátta það hvers konar, þú veist, hverjum þau vilja tilheyra, hvers konar samfélag þau eru og ætla sér að vera, sem að vera, þú veist, fullvalda, sjálfstæð, frjáls, og að tilheyra svona þessum samevrópsku hugmyndum og, þú veist, yfir Atlantshafið. Þannig að þar baráttan auðvitað harðari og allt önnur heldur en sporin sem að Mark Carney stendur í, og þar að leiðandi myndi ég segja að, þú veist, þau sem sýna það raunverulega, þú veist, hvers virði frelsið og hvað undir, hérna úkraínskt samfélag sem að sýnir, þú veist, þegar að þau
fara í tiltekt og að laga brotnar rúður og moka, steypuna sem búið að sprengja af íbúðarhúsunum eða gróðursetja blómin jafnvel, opna kaffihúsið korter eftir að búið að hreinsa helstu glerbrotin, sko. Það er svo stór hluti af því þetta svona resistance, það þessi svona uppreist, það er að sýna þið brjótið okkur ekki, við höldum áfram að sýna það í verki hverjum degi til hvers barist. Og ég vona að við, hugsum lítið þeirra og styðjum stjórnmálamenn sem að vilja áfram gera það þó litla sem við gerum í stuðningi við Úkraínu, hvort sem að það í krónum og í hvað sem þær krónur fara, sem Úkraínumenn þurfa helst, en líka með þessum svona pólitíska stuðningi og bara frá einni mannesku til annarra mannesku, því að það er við skulum ekki gera lítið úr því hverju það skilar líka, sko. Þótt samúðarkveðjur og fín orð skila ekki, varnartengdum búnaði eða efnahagslegum stuðningi. En allt skiptir þetta máli, og ég svo oft átt samtöl við alls konar fólk úr alls konar geirum í Úkraínu, í gegnum árin í mismunandi hlutverkum. Þar sem, meiri segja þegar við vorum með að prjóna sokka og aldraðar manneskjur á hjúkrunarheimilum á Íslandi voru að prjóna sokka fyrir hermenn í Úkraínu. Það skilaði sér, sko. Og það var ekki bara, það var ekki talið í sokkapörunum. Heldur var það, eldsneytið eða, kærleikurinn, góðmennskan, mennskan sem skilar sér í því. Gefur fólki mikið til þess að halda áfram. Og það ágætt að minna sig á þetta í alls konar samhengi, hvort sem það í hvers konar stöðu við erum heima í okkar friðsæla, örugga landi, sem glímir við áskoranir en í samanburði við marga aðra, eru þær viðráðanlegar. Það að við séum nánast að vorkenna okkur, að vera í þeirri stöðu að ræða mismunandi, ólíka valkosti það hvar við viljum staðsetja okkur og með hverjum, á meðan að þau, fórna lífi sínu til þess að hafa valkost, sko. Og síðan jafnvel í samhengi við það, hvers virði það að hafa svona, þessi grundvallaratriði einhvern veginn á hreinu og að geta treyst í að maður fái áfram að njóta þeirra réttinda, og það verið að vega að þeim og það skiptir máli að við séum meðvituð það, við séum þakklátt fyrir að hafa þau og við séum líka tilbúin að svona skilja að þessi réttindi, það mun kosta okkur meira að svona að tryggja þau og við gerum það ekki ein, við gerum það alltaf með öðrum. Bara tek undir þessi orð, öll sömul. En svona þegar maður fer í gegnum þetta, við erum að tala bara einhvern veginn viðskiptastríð milli náinna bandamanna bara frá því núna helgina, við erum að rifja upp Grænland og við erum að tala Úkraínu. Allt mjög stór og svona alvarleg mál. Ekki dálítið undarlegt að þessi breytti heimur sé ekki meira í forgrunni núna þegar við erum að ræða hvort við ætlum að halda dyrunum opnum, við erum ekki einu svona að ræða hvort við ætlum að ganga inn, bara að halda dyrunum opnum að því að vera hluti af sterkara bandalagi innan Evrópusambandsins. Jú, ég meina, mér finnst það skrítið, en eins og ég nefndi aðeins í síðasta þætti að þá annars vegar að mörguleyti má kannski segja að það sé skiljanlegt, þar að segja að það svona við mannfólkið höfum tilhneigingu til þess að
íta hlutur sem eru óþægilegir aðeins frá okkur og reyna svona einhvern veginn að finna leiðir til þess að halda í bara veruleikann eins og hann var eða já, hefur verið og við myndum vilja hafa hann. En ég held að það séu miklu fleiri heima sem eru alveg að velta þessu fyrir sér og hugsa þetta jafnvel í svona þessu samhengi. Og ég held meira að segja að hvort sem það var kallað tilfinningar eða skilgreinir þig sem manneskju eða þig sem borgara í, þú veist hvernig skilgreinir samfélagi sem þú býrð í, fyrir hvað stendur Ísland, fyrir hvað stendur þú, eitthvað svona. Og oft ég gagnrýnd fyrir að vera að tala gildi og hverju skipta þau í raun og veru. Ég bara held að þau skipta raunverulega máli, sko. Ég held að svona mennskan, svona hinn mannlega reisn og svona einhver, já, að þetta sé nær okkur og við séum alveg að hugsa þetta meira heldur en kannski, þú veist, birtist á helstu plattformum þar sem að umræðan tekin. Ég segi þetta á sama tíma og ég segi bara enn og aftur að ég hef þetta áhyggjur af því að við séum ekki að ávarpa hluti sem að þarf að ávarpa og við séum ekki komin á þann stað sem ég myndi vilja að vera komin á þegar kemur að því bara svona skynja það raunverulega, þú veist, hvað mikið breytt og hvað það krefst af okkur, þú veist, bæði í umræðu, ákvörðunum, forgangsröðun og svo framvegis. En ég bara einhvern veginn, ég bara ég held alveg að fólk sé að hugsa þetta og ég held alveg að það muni hafa áhrif á bæði það að það mæti á kjörstað og sömuleiðis hvernig það ákveður að kjósa. Ég veit allavega það að sko erlendu blaðamenn, það er mjög mikið erlendu blaðamennum hérna og er að tala við auðvitað miklu fleiri en mig og ég er bara einn af mörgum sem er í einhverjum erlendu viðtölum en mér finnst áberandi að eiginlega allir eru með þessa spurningu. Bíddu, hvað fannst ykkur það að Trump ruglaðist á Íslandi og Grænlandi í Davos? Það var bara eitthvað sem að greinilega allir í þessum fjölmiðlaheimi tóku eftir og þegar þeir koma hingað til að vinna eitthvað efni í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá er þetta greinilega mjög ofarlega í huga og ef maður svona fyrsta hugsun að ber saman bara stöðu Grænlands við stöðu Íslands, þá eru við fullvalda sjálfstætt ríki, við erum stofnaðili í NATO og við erum með varnarsamning við Bandaríkin og maður hugsar já, við erum nú kannski dálítið annarri og eigum að segja sterkari stöðu heldur en Grænland já, eða hvað? Því að sko Grænland er hluti af konungsríkinu Danmörk og einhvern veginn hvernig þetta mál hefur í raun spilast að þá hafa Grænlendingar og Danir auðvitað þétt raðirnar en Danir eru óneitanlega með her, það má kannski segja að við séum með það líka en það er bandaríski herinn og Danir hafa verið í mjög nánum samtölum við sína bandamenn í Evrópu. Ríki Evrópu sendu líka fulltrúa sína til Grænlands til að sína kannski táknrænan stuðning en enga síður að gera það að erfiðari ákvörðun að beita í raun valdi og eins og þú varst að rekja áðan alls konar áætlanir þar sem maður eiginlega bara trúi ekki að hafi verið til og svo þegar að koma hótanir Trump tolla vegna þess að hann fá ekki að kaupa Grænland og þá bregst allt Evrópusambandið við. Þannig að þegar maður horfir á Grænland og Danmörku sem heild og svona og Danmörku bæði verandi með her og verandi í Evrópusambandinu þá blasir einhvern veginn allt önnur staða við og sem vekur bara aðeins spurningu sjálfstæði okkar í þessari merkingu sem við höfum oft nefnt, að geta staðist þrýsting. Þú veist, á hvaða formi kæman ef hann
kemur sem vonandi verður ekki. Er það viðskiptaþvinganir eða eitthvað annað? Mm. Og já, af spurningum þessar erlendu fjölmiðla að þá einhvern veginn má ráða að þetta er þeim bara mjög ofarlega í huga. Veitu, hvernig ætlið þið að bregðast við ef athyglin og spjótin beinast að ykkur? Og maður auðvitað vísa til farsæls samstarfs við Bandaríkin í gegnum alla þessa áratugi. En ég hef auðvitað ekkert farið ofan að því að mér finnst það að halda dyrunum opnum til Evrópu vera öryggismál. Að vera hluti af sterkari heild öryggismál. Að falla undir sameiginlegu öryggisákvæðin í Lissabonsamningnum hjá Evrópusambandinu öryggismál. Vonandi reynir ekkit á það nema hugsanlega í tengslum við náttúruhamfarir eða eitthvað slíkt eins og Evrópuríkir núna að veita hvort öðru aðstoð í tengslum við skógarelda en eins og heimurinn er að þróast hratt í alls konar áttir að þá finnst mér í raun það er ekki, ég orða bara þannig, það er ekki komið mér á óvart og mér hefði fundist fullt tilefni til að þetta hefði borið hærra í umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Að það væri bara mikill ábyrgðarhluti að loka þessum dyrum út af hlutum sem við getum illa spáð fyrir, vonandi kom ekki upp, en við þurfum kannski að tryggja okkur fyrir. Mhm. Já, ég meina, ég hef verið bara algjörlega opin með það að það sem ég hef áhyggjur af og hefur verið meðvituð fyrir að sé einhver bakgrunnstónlist hjá mörgum eru þessir þættir og ég þekki fullveldis hugtakið bara alveg ágætlega sko og mér finnst bara mér finnst ágætt að Guðni T.H. Jóhannesson hefur nú verið að setja það svona í samhengi, svona sögulegt samhengi sko fullveldis hugtaki, hvernig skilgreinum við og svo framvegis. Og nú er bara komin 21. öldin, núna eru bara breytingar allt í kring, ekki ein, ekki ykkur, þú veist, 2, 3 heldur bara allstaðar og hvaða áhrif hefur það á stöðu okkar og í samhengi við það að þegar kemur að innanlandsmálum þá ráðum við hlutunum sjálf. Þegar kemur að því hvar við staðsetjum okkur, já þá ennþá höfum við valkost það hvar við gerum það. Við höfum tekið ákvarðanir, hvort sem það er NATO eða EFTA eða EES, tvíhliða varnarsamningur, virkni okkar í, þú veist, ÖSE, Evrópuráðinu, Sameinuðu þjóðunum og svo framvegis. Þar höfum við, þú veist, valkost það hvar við staðsetjum okkur. Og svo er þriðja svona boxið, það er þróun alþjóðamála þar sem við höfum sáralítið og almennt nánast ekkert að segja hvernig fer. Og það er líka alveg svona eitthvað til að hugsa sko þegar að sagt er, já, þú veist, ESB Evrópusambandi myndi ráða öllu á Íslandi, allt og miklu og þess vegna, þú veist, sé þetta bara óþarf að ræða þetta og svo framvegis. Yfir í það að því svo er líka sagt, sko, Evrópusambandið bjargar ekkit öllu og það náttúrulega veruleikinn, þú veist, fyrir svona hina almenna borgara að þá eru þetta helstu viðfangsefni frá degi til dags eru í höndum stjórnmálamanna í viðkomandi ríki. Hvort sem að það eru, þú veist, menntamál, rekstur ríkissjóðs, vegaframkvæmdir, hjúkrunarheimili, almenningssamgöngur, fæðingarorlof og svo framvegis. Þú veist, það er þetta sem að fólk fyrst og fremst finnur á eigin skinni í gegnum, þú veist, þeirra bara lifa sinn dag sko og borga sínum húsnæðislánum og mæti vinnuna og ala upp börnin sín og allir lendi ykkur áföllum yfir ævina og hvernig eru þau gripin og hvernig samfélagi eru við að reka. Og síðan ertu með svona þessa svona makró, svona stærri atriði sem að núna eru skruðningar í og við erum að velta fyrir okkur, viljum við hafa þetta óbreytt eða þurfum við eitthvað að endurskoða þetta.
og mér finnst, ég meina, það eru allir fjölmiðlar sem eru að fjalla þetta mál, hvort sem þeir, þú veist, sækja Ísland heim eða skrifa þetta hérna frá sínum borgum, það eru allir að setja til þetta samhengi. Þú veist, það er ástæða fyrir því, sko. Það eru allir sem setja til þetta samhengi, en ekki hvað. Og þess vegna segi ég aftur, ég held að það sé miklu fleira fólk sem mun setja til þetta samhengi heldur en kannski mætti dæma af umræðunni og svona dagskrárvaldinu sem stjórnmálamenn hafa, jafnvel fjölmiðla, þú veist, umfjöllun. Ég held bara í lok dags sé bara ofboðslega margt fólk sem setur til þetta samhengi, hugsar þessa hluti, óvissun einhvern veginn allt í kring og það muni hafa áhrif, bæði á það að fólk mæti á kjörstað, sem ég vona að, þú veist, allir geri sem að hafa rétt til að kjósa, en líka hvaða, þú veist, ákvörðun, hvernig þau kjósa. Vegna þess að, og ég segi bara aftur, þú veist, í fyrsta lagi búum við í samfélagi þar sem að það er hægt að mæta á kjörstað, og í öðru lagi þá höfum við ennþá valkosti. Það er ekkert allir sem að gera það. Já, ég held ég hafi sagt hérna í síðasta þætti að maður getur séð fyrir sér svona einhverja sviðsmyndir þar sem svona samningsstaða okkar til framtíðar myndi þrengjast. Norðmenn gætu farið inn í Evrópusambandið, EES-samningurinn gæti liðið undir lok út af því eða einhverju öðru. Bretar gætu farið inn í sambandið og þeir voru okkur óþægur ljár í þúfu varandi sjávarútvegsmálin, en þegar þú segir við höfum ennþá val það hvort að við, þú veist, hvaða valkosti við veljum, þú erturinn að segja að heimurinn gæti þróast þannig að þær sviðsmyndir kæmu að við hefðum í raun ekki fullt sjálfstæði eða fullveldi til þess að velja okkur bandar. Já, allavega, sko, ég meina okkar saga frá því að við urðum sjálfstæð þjóð og fullvalda, hún er mjög farsæl og glæsileg og heilt á litið sko áfallalítil í þessu samhengi. Ég er ekki að gera lítið úr áföllum sem íslenska þjóðin hefur orðið fyrir, hvort sem það er af náttúruhamförum eða efnahagshruni eða, þú veist, öðrum deilum og svo framvegis. En í þessu samhengi hefur hún verið það. Þú veist, Finnar mistu 10% af landsvæði sínu, héldu sjálfstæði sínu og þú ber saman áratugina þar og eftir lífskjör og lífsgæði í Finnlandi samanborið við Eystrasaltsríkin, þá teiknast upp mjög skýr mynd að það er ekki, þú veist, við sögum öll stríðinu lokið en það þýddi ekki frelsi fyrir fólki í Eystrasaltsríkjunum. En voru Finnar raunverulega fullvalda, höfðu þeir sjálfsákvörðunarrétt, þeir litu sá, þeir gátu ekki orðið aðilar að Evrópusambandinu fyrir að Sovétríkin höfðu sko fallið. Þannig að það að við horfum tilbaka á okkar sögu, sú saga var til í því umhverfi á þeim tíma, þú veist, og þó að ég segi oft sagan endurtekur sig ekki endilega en hún rímar, að þá meina ég bara þannig að við eigum það til einhvern veginn að svona fara í gegnum einhverja aðstæður, þú veist, aftur og aftur í mannkyns sögunni, en ég er alveg meðvituð það að maður á ekki að segja hún rími vegna þess að við erum alltaf gerendur á hverjum tíma fyrir sig. Þú veist, ef þú segir að sagan endurtekur sig þá ertu einhvern veginn að segja að skipta einhver máli hvað neitt gerir að því hún bara endurtekur sig. Það er auðvitað ekki þannig. Þannig að það að við höfum átt sko frá 44 til dagsins í dag, þú veist, þessu sögu, þá er ekki þar með sagt að hún verði bara eitthvað eiginlega alveg eins fyrir Ísland sko næstu 80 ár. Vegna þess að veruleikinn, hvort sem okkur líka betur að er annar núna, þessi breytti veruleiki, þú veist, þessari þróun er ekki lokið og við eigum bara, það er ábyrgðarhluti að búa sig undir það og gera ráð fyrir því að þessi neikvæða þróun í alþjóðamálum haldi áfram. Og það er ekki sjálfgefið að fámennt ríki á strategískt mikilvægum stað, mjög háð útflutningi, herlaust og friðsælt,
sé í þetta sterkri stöðu ókomna tíð og muni alltaf hafa valkosti fyrir fram að sig. Það bara ýmislegt sem að getur haft áhrif á þá mynd, sko. Já, ég er því miður sammálaður og kannski vildi maður að einhvern veginn heimurinn væri í svona umbreytingarfasa en svo myndi einhvern veginn það sem væri skynsamlegt og rétt verða niðurstaðan en kannski og við munum aldrei hafa síðasta orðið það Íslendingar en við getum og höfum núna tækifæri og frelsi til þess að allavega halda dyrum opnum skoða þessar hluti og það getur bara eitt og sér verið mikilvæg öryggistrygging næstu segjum 2-3 ár eða hvað viðræður tækju langan tíma því að það muni þetta margt geta gerst á næstu mánuðum og árum líka sem snýrað okkur og sem snýrað NATO, sem snýrað samskiptum Evrópu og Bandaríkjanna en að því við byrjuðum einhvern veginn á Kanada að þá raun fáir á sviðinu sem hafa sagt jafn skýrt fyrirgefið því, það verða bara allir að horfast í augu við það að heimurinn breyttur og hann ekki að fara að snúa tilbaka en forsætisráðherra Kanada. Algjörlega og aftur í samhengi við, þú veist, ýmis Evrópulönd, ég meina það alls konar óvissa sem fylgir þessu öllu saman og hvað ákvörðun sem tekna verða og við vitum ekki hvernig málið þróast og svo framvegis en svona hvað varðar, þú veist þetta, hvað varðar umræðu fullveldi að þá finnst mér skipta máli að svona hugsa eins það, þú veist, hvernig skilgreinum við fullveldi, sjálfsákvörðunarrétt, stöð okkar almennt og þú veist, ég meina Frakkland fullvalda og Danmörk fullvalda og það eru, þú veist, Liechtenstein þá meira fullvalda verandi EES-ríki en það bara mörg að, þú veist, huga í þessu og við ræddum í síðasta þætti EES-samninginn þú veist, þegar að hlutirnir harðna og verða erfiðari að þá, þú veist, það ekkert varalegt, sko. Þú veist, ég meina, það mikið rætt það varðandi undanþágur og hvað varalegt og eitthvað varalegt. Ég held samt bara, það ekkert varalegt. Það ekkert varalegt í þessu lífi, sko. Þetta allt bara mannanna verk og það alls konar, þú veist, aðstæður sem hafa áhrif á það hvernig hlutirnir þróast. Það ekkert varalegt. Það sem þetta að vera á tánum, sko. En varðandi fullvalda ríki þá finnst mér bara einhvern veginn því að við náttúrulega þekkjum okkar sögu en Eystrasaltsríkin urðu líka fullvalda 1918 eins og við eins og bara mjög mörg minni ríki eftir fyrri heimsstyrjöld en mistu svo fullveldið eftir síðari heimsstyrjöld og í henni og fengu ekki aftur fyrir en eftir fall múrsins og fall Sovétríkjanna og styrktu þá fullveldið með því að gangi NATO og ganga og eru með þá línu að segja, þú veist, aldrei aftur ein og þau þessa mundir að halda upp á 35 ára. Já. Það þeirra frelsisslagur. Reyna að vera í sem flestum bandalögum og vera aldrei aftur ein og þau að halda þessa mundir upp á 35 ára afmæli sitt, sko. Eftir að endurheimt sitt sjálfstæði og á þeim tíma þegar að við sögðum ófriðnum lokið, þú veist, það komin á friður, sko, stríðinu lokið, þá var friður og frelsi, þú veist, friður og frelsi nefnilega ekki það sama. Þetta fólk upplifði ekki frelsi, þó að stríðinu hefði verið lokið og það var friður í Evrópu, þá upplifði þetta fólk ekki frelsi og það hefur raunverulega verið, þú veist, það endurheimti sjálfstæði sitt eftir að ég var fædd, sko. Og við óskum þeim til hamingju með 35 ára afmælið, við óskum Úkraínu til hamingju með þjóðhátíðardaginn en í okkar flekaskila samhengi þá líka ákveðin tímamót sem ég veit satt best að segja ekki hvort það séu svo hamingjurík en það að verða ákveðin vatnaskil í flekaskilunum og þú í
þínum þröngu sendiherraskóm hérna ætlar að, ég segi ekki stíga frá borði, en stíga til hliðar sem að mér finnst mjög leiðinlegt og miklu verra vegna þess að ég hef auðvitað notið þeirra gæfu að fá að vera með þetta hlaðvarp með þér og njóta af þinni reynslu og innsýn og djúpri þekkingu og bara einhvern veginn skarpri hugsun og skilningi á þessum alþjóðamálum öllum saman og hérna, já, þú hefur minnt á það, seint og snemma, að það hvílir í djúpri samfæringu á gildum og ég held bara almennt bara í pólitík og þessari umræðu þá gleymum við stundum því sem eru ræturnar og í raun það sem gerir það þess virði að berjast fyrir einhver. Það eru gildi og það eru lífskjör og hvernig fólki líður og friður og frelsi bara eitthvað grundvallaratriði í því. En þú ert að fara að takast á við mikilvæg verkefni sem kannski, já, ég veit ekki hvort þú vilji velja því þinn eigin orð að þessi þáttur verður þinn síðasti í bili en til framtíðar, að því að ég ætla allavega að gera mitt besta að halda flekaskilum áfram og fá þá inn gesti en þú ert búin að lofa að vera reglulegur gestur og kannski næst í tengslum við varnarmálaráðstefnuna í Varsjá eða öryggismálaráðstefnuna í Varsjá en þáttaskil á flekaskilum. Vatnaskil og þáttaskil og flekaskil. Já, ég vil nú bara fyrst segja takk, þú veist, bæði til þín og fyrir hlý og falleg orð. Og ég er svona eiginlega komin með ákveðið mynstur í því að segja takk fyrir mig í bili og ég held bara áfram að segja það. Þú veist, takk fyrir mig í bili. Þetta eru það ákveðinu auðvitað þáttaskil en flekaskil verða áfram vettvangur og ég, þú veist, er ekki farin langt og við vonandi tökum upp þátt á öryggisráðstefnunni í Varsjá og verður áhugavert þó að sé ekki einu svona langt þangað til sú ráðstefna hvað verður þar helst á döfinni og hvar verður við þá, hún er nú samt bara í október og ég sagði náttúrulega í síðasta þætti en þú veist, ég er bara mjög stolt af þessu framlagi og mér hefur þótt einstaklega vænt móttökurnar og svona skilaboð frá fólki að það sé einhvers virði og það sé metið að fullorðið fólk geti talað saman eins og fullorðið fólk og það sé eitthvað framlagi þessa umræðu. Þú veist, ég hef alveg reynt ýmsar leiðir í mismunandi hlutverkum að auka hana og reyna að gera það einhvern veginn á svona almennt reynt að hafa þú veist á yfirvegaðan hátt en líka bara einlægan hátt og svona bara á mannamáli að því á endanum snýst þetta bara hvað er að vera manneskja og hvernig verðmetum við ákveðna hluti og hvað er einfaldlega ómetanlegt og hvað þýðir að vera frjáls manneskja og setja í samhengi við eitthvað sem fólk upplifir oft svo langt í burtu og þar er leiðandi kannski engu skipta eða við höfum ekkert það að segja og reyna að draga það svolítið heim og segja já, býtu nú við þú veist, bæði hefur þetta áhrif á okkur og það er ýmislegt sem við getum gert og svo bara skiptir líka bara máli að gera rétt. Þannig að það eru þáttaskil í þessu nýja hlutverki og ég vissi alveg að það myndi hafa aðrar breytingar í för með sér en segi ekki meira en takk fyrir mig í bili og mér þykir bara ótrúlega vænt þetta verkefni okkar og kann sérstaklega með það þegar að fólk er að tjá sig alþjóðamál og fer svona setur hérna flekaskil í það samhengi af því að já margir farnir að nota orðið óvart. Nei, það er þörf á þessum, þú veist, þessari umræðu og þessu samtali, þú veist, á svona
yfirvegaðan hátt áfram og ég vona að flekaskil haldi áfram. Já, ég ætla að reyna að lofa því í einhverju mynd og kannski kynni þá næstu dögum hvernig það verður. Mér finnst nokkuð augljóst kannski að gera bara aðeins upp Evrópuumræðuna og niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að viku liðinni en fara síðan halda áfram að fara svolítið á dýpið og þá með öðrum gestum og hlakka svo innilega til þess að hitta þig í Varsjá og taka þá upp einn eða fleiri þætti og við vonum að heimurinn verði nokkurn veginn á sama stað þegar við hittumst þar en ætla að leyfa þér í raun að eiga þessi loka orð í þessum þætti og bara þakka innilega fyrir mig. Takk fyrir mig.